og 89% Dana telja þetta að verið þjóðinni og sjálfu sér til góðs. Þetta hinn eini sanni barómeter. Sko. Allt annað það sem við segjum og spekulerum og áfram Ísland og nei-hreyfingin og já-hreyfingin, þetta allt saman kjaftæði. Spurjum fólkið sjálft í þessu löndum og það ánægt. Já, sko, þú getur bara fluttið þessara landa. Ég vissi sko þegar ég fekk stjörnu... Men ég bjó í Hollandi og ég tala hollensku og ég verði alveg til ég að búa í Hollandi en ég ekki að mæla fyrir Evrópusambandið eða mæla fyrir aðild Evrópusambandið út frá sjálfum mér. Ég að mæla með bara aðild að Evrópusambandið bara út frá framtíðinni og fólki sem hefur önnur gildi. Ég var einmitt að tala við mann úr viðskiptalífinu daginn sem þú þekki vel, ég ætla ekki að nefna hann hér og við vorum að tala vexti á húsnæðislán og hann sagði bara, ég segi bara við krakkana mína, skýt með þessu vexti, vinnið meira. Þessi afstaða og þessa aldurshóps sem ég í, hún bara að hverfa. Það alltaf áherslur hjá yngra fólki í dag, hjá mínu börnum, þau leggja meira áherslu á fjölskylduna, minni áherslu á vinnuna, við höfum samt sem áður höfum ennþá talsveit lengri vinnutíma hér á Íslandi heldur en í viðmönnuríkjum okkar. Já. Og það sem þekkt við höfum allt aðra viðmönn eins og í Skandinavíu. Og ég segi það, horfum á þetta og við erum ekki að bera einhvern kaupmátt saman við þennan geðveika vinnutíma sem við höfum. Við höfum sko, hvað 7% viðmönnumvexti, þú þekkir þetta betur í dag, stýrivextin í dag, ég menn hvað háir. 7,75 eða 25. En sko, félagi minn og dóttur í Danmörku sem var að kaupa sér íbúð og hún að borga einhver 1% húsnæðisvexti. Við fyrstu afborgun þá eignast hún hluti í íbúðin sinni. Já, einhver sem væri að borga fasteignláni hér á Íslandi og held að hann var eignast eitthvað íbúðin, hann settur inn á deild fyrir rangkometir, þetta svo fráleitt hugmynd, sko. Ég alveg sammálaður að unga fólki orðið húðulatt, sko, og svona frekjudósir. Aðrar áherslur, jákvæðar áherslur, bara gera ráð fyrir lífsgæðum og geta unnið minna og skemmt sér meira. Við eigum ekki að, motto er þetta, sko, sumir lifa til að vinna, en þetta á að vera auðvitað. Næst þú ekki vinna allt, eða? Lifa til þess að vinna. Jú, ég þessi gamla kynslóð. Ég ber virðingu fyrir, ég dáist að fólkinu sem tekur, sko, með aðrar áherslur í lífinu, sko. Já. Við getum alveg slegið upp í einhvern varðeld hérna og verið að syngja Kumbaya með dreadlocks og vonast til að lífsgæðin haldi áfram, en það einfaldlega ekki formúla sem að gengur upp. Ég ánægð með að mín börn ekki að vinna með, sko, 7 daga vinnuviku eins og ég og ég stundum með mórali fyrir að ég hafi ekki meiri tíma fyrir þau, en þau gefa sér tíma fyrir sín börn og barnabörni mín og ég ánægð með það, sko. Þannig að ég áhuga minn á Evrópusambandinu vegna áhuga minnar að koma til kynslóðum, mínum börnum og barnabörnum að þau hafi eitthvað svona eðlilegt umhverfi, sé ekki að borga einhverja hjúts vexti bara til þess að þóknast einhverjum hagsmunum fjármagnseigenda í landinu, auðvaldsins sem svona Sólveig Anna myndi